Já, við skulum heyra smá brot úr vinsælustu óperusýningu seinni tíma á Íslandi. Erlingsson, hérna, sko, þú ert höfundur libretto, sem svo það heitir, söngbókarinnar í Ragnheiði, og þetta sko, og þú ert búinn að gefa út, og þið hafið gefið út sem librettoið sem bók, reyndar með viðaukumum sem að segir þarna til dæmis ýmsu persónurnar, hinar raunverulegu persónur, og þið finnst ástæða til að koma þessu svona bók. Já, ég finnst ástæða, þó ég sé yfirleitt ósammála því, að texti sem hefur verið samin við lag eða kvæði sem eru ort til þess að vera tónsett skuli vera aðskilið eftir það, þá í þessu tilfelli fannst mér ástæða til þess. Vegna þess að það kannski ekki á hverjum degi sem að íslensk ópera er sviðsett, og svo líka vegna þess að þetta er jú saga sem mjög margir þekkja vel og hafa sterkar tilfinningar til. Og kannski fólk hefur áhuga eða er forvitið að sjá hvernig þessi saga er presenteruð í okkar verki. En hvað kemur fyrst hjá ykkur, textin eða tónlistin? Við unnum þetta mjög samhliða. Það var mikið bara gott flæði á milli okkar. Sumt orti ég fyrst og stundum fekk ég tónlist frá Gunnari. Það var á báða bóga, sko, í gegnum allt verkið. Þú ert náttúrulega í hérna pönkljómsveit í gamla daga, við höfum ekki gleyma því. Nei, og við höfum ekki heldur gleyma því. Varst í Purkipilnik. Við höfum ekki heldur gleyma því að pönkið snerist jú tilfinningu augnabliksins. Þannig að maður er ennþá í því. En þessi náttúrulega, sko, það ertu með sögu sem hefur verið þjóðinni svo ofsalega hugleikin. Og það eru til dæmis, mér langar að biðja að segja mér sko stuttlega frá því þessum helstu bókum sem hefur verið skrifaðar þetta. Já, sú fyrsta öllum líkindum og þekktasta er trúlega skáldsaga Torfildar Hólm, sem kemur út 1881 í Kanada og heitir Brynjólfur biskup. Og er nú, ef ég maður rétt, oftast talin með fyrstu sögulegu skáldsögum íslensku. Síðan er náttúrulega kvæðabálkur Þorsteins Erlingssonar, Eiðurinn, sem hefur margoft verið gefið út í sér bók. Nú síðan er það náttúrulega Guðmundur Kamban, Skálholt. Þessi fjórabindaverk sem kemur út á árunum 30-34. Og svo eru tvær bækur sem að byggjast á miðilsambandi. Ég hef stundum gert að greina að hún, sko, og Ragnheiður hafi átt erfiða ævi hérna á 20. öldinni, sko, vegna þess að miðlarnir voru alltaf að reyna að ná sambandi við hana til þess að fá að vita hvað hefði gerst í alvörunni. Ekki fengið neitt frið. Nei. En það eru báðar sig eru allra athygli verða, hvað svo sem fólki finnst skyggnigáfu og miðilshæfileika. Og þessi bækur sem eru skrifaðar af miðlum sem voru í sambandi sem voru í sambandi, töldu sig verið í sambandi við þetta fólk. Annars vegar er það Guðrún Sigurðardóttir frá Torfafelli í Eyjafirði, og það var tveggja binda verk. Og síðan Jóhanna Sigurðsson heitir hún. Sú bók kom út 1941. En af þessu á maður nú kannski helst að lesa til dæmis Kamban, Skálholt. Kamban náttúrulega rís eins og jöfur upp úr þessu öllu saman. Og ekki minnst fyrir það að hann er fyrsti maðurinn sem rannsakar öll frumgögn heimilda í tengslum við mál Ragnheiðar og Daða.
sem sagt fer í gegnum alla bréfabækur biskupsins, finnur skjöl vítt og breitt og úr þessari vinnu sinni setur hann saman greinargerð sem hann síðan birti í Skírninni 1929 og var síðan gefin út hjá AB sem í sérhefti og heitir bara Daði og Ragnheiður þar. Og ég einmitt með í þessari bók valda kafla úr þessari greinargerð sem lúta beinlínis að bara sambandi Daða og Ragnheiðar eins og hann segir frá því í þessari greinargerð. En þessi greinargerð var forvinnan að því áður en hann byrjar að skrifa Skálholt. En maður skilur maður ekki á þessum tíma þegar allir mega allt, svona þannig séð í kynferðisefnum, þetta séu svona mikið mál að komi barn undir eða ekki barn undir. 17. öldin var náttúrulega mjög sérstök á þessu leyti, það var náttúrulega í landinu þessi lög, stóridómur, einhver þau ströngustu lög við siðferðisbrotum sem bara þekkjast nokkurs staðar. Nema þá kannski bara í hörðustu Íslamlöndum þessa mundir. En svo líka annað sem ég meina, og þetta það sem ég sérstakt við 17. öldina, þetta tímabil frá því sem við þekkjum í dag. En það náttúrulega annað þessi kjaftasaga eða orðrómurinn ástarsamband Daða og Ragnheiðar og allt sem af honum leiðir. Það náttúrulega kjaftasögur þekkjum við ennþá dag í dag og það ennþá verið að taka mannorðið af fólki fyrirvaralaust. Með slíkum hætti. Þannig að það er óhugnulega lítið sem hefur í raun og veru breyst. En svo erum við náttúrulega, sem náttúrulega að gera þessa sögu líka svo stóra það að við erum með Brynjólf Sveinsson sem hann bara einn stærsti maður Íslandssögunar á þessa tímabil, stærsti maður þessa tímabil. Á þessu tímabili, og hann verður, og mikill fræðimaður og hugsuður, en hann verður, og hvað hans örlög verða svo meinleg líka, því hann endar uppi sem algjör einstæðingur og vill ekki láta grafa sig í kirkju eða... Nei, hann vill ekki láta grafa sig í kirkjunni eins og aðrir biskupar undan honum hefðu gert. Hann bað að vera jarðsettur utan kirkju, fyrstu biskupa, og bað að engin steinn yrði settur yfir sitt leiði. Það breytir því ekki að mörgum finnst að nú sé komin tími til að hunsa þessa bónbiskups og setja einhvers konar minningamark bara sögu fjölskyldunar, því þetta náttúrulega bæði þessi saga, eða þessi stórlegu Ragnheiðar og Daða og Brynjólfs náttúrulega, það kominn tími til að gera því einhver skil með þessum hætti. Náttúrulega ópera Áka Gunnars kannski viðleitni líka í þá átt. Já, því hafið einhvern veginn keyrt þetta aftur inn í hjarta þjóðarinnar með þessu verki. Þakka þér fyrir og til hamingju með þetta allt.